Kæru vinir, það er fátt sem gleður maður meira en dásamlegur eftirréttur. Við fengum hann Halla á R5 í fyrra til þess að koma og græja fyrir okkur eftirrétt og við gerum það aftur í ár því hann var svo geggjaður í fyrra. Það er að segja eftirrétturinn. Halli er náttúrulega frábær. Vertu hjartanlega velkominn, minn kæri. Takk fyrir það. Þetta er fallegt. Já, okkur feðgjunum fannst það, þetta loka, þetta litla í endan, að það var að bræða marmelaði, bara í örbylgjunni. Já. Eitt leynitrix, svo við byrjum á endanum. Já, akkurat. Og sturtum því yfir. Geggjað. Þá glansa mandarínunar svona fallega. Þetta er ótrúlega jólalegt. Já, það er einhvern veginn með mandarínur og á mínu heimili. Ætli við förum ekki í gegnum svona 5-6 kassa á örfáum vikum. Og mandarínur eru bara eitt af því jólalegra sem ég veit. Já. Þetta er náttúrulega tengist því þegar maður var barn og þetta voru einu skiptin á árin sem mandarínur fengust. Akkurat. Það er bara, og þegar mandarínur voru konar í hús og maður fann ilminn, þá vissum maður að það var að koma jól. Það var dásamlegt. Nokkur lykilatriði sem maður tengir við jólin, það eru hnetur og pipakökur, mandarínurnar og gott súkkulaði. Já, gott súkkulaði. Súkkulaði sem heitir Hallgrímur. Já. Er ferðið að framleiða því í súkkulaðiformi? Sko, þeir eru búin að innbyrða 3 gáma af Toblerone sem að öllum er mjög hollt. Akkurat. Að þá fær maður svona heimsend. Ég skil. Eða sanna sagan er kannski svo að ég þekki mann sem þekkir annan mann sem að á Toblerone-verksmiðjuna. Já. Og hann var nú svo flottur á því að gefa bara okkur starfsfólkinu sem vorum að vinna við að selja það hverjum og einum sérmerkt Toblerone. Þetta er ótrúlega grand. Þannig að geta stungið upp í sig einum mola af Halla. Já, toppurinn á tilvörunni. Þetta er nákvæmlega það. En hér sameinast sem sagt allt sem að ykkur feðginum finnst gott og jólalegt. Já, við vorum að reyna að skýra hana. Já. Því að ég hef aldrei gert þessa köku fyrr. Ok, þetta er nýtt. Og hún, ég gerði hana fyrst og skrifaði uppskriftina síðar. Ég skil. Þannig það er ekkert víst að þetta klikki. Ok. Mig minnir að nafnið á henni sé, mandarínu, skýr, piparköku, Toblerone, jóla, piparköku, kaka. Já, þú varst nálægt í. Það vantaði hnetuna, ég man það. Ég er bara að klikka á því. Það var eitthvað jólahnetu, Toblerone, mandarínu, pipar, skyr, Jesús. Þetta er langt nafn og þetta er gott og þið sjáuð örugglega titilinn í næsta tölublaði N4. Þar verður uppskriftin. Þannig að þið getið reynt þetta heima. Þetta var svona Valaher vegavinnuskúr tilraun. Akkurat. Þið eru mjög góði nýyrðasmíði þið feðginin. Þegar við gerðum einmitt ekki sérri kökutrifleiði í fyrra. Já, ég get glatt í með einu. Starfsfólk N4 er hægt. Jú, það sem sagt, hann var svo góður og þú gerði nokkra fyrir okkur og það var einn starfsmaður sem hann var ekki í vinnunni þennan dag þannig að það var settum við því ekki henda. Þetta fannst núna. Og hér er frá því í fyrra. Þetta er bara ekki grín, þetta er það sem hann gerði í fyrra. Þetta er spurningum að fara með hann til Haraldreina á Mínasafni og stilla hann með. Allavega, en þarna er hann og þarna verður hann. Það er enginn að fara að borða þetta. Nei. En það er einhver að fara að borða þetta hins vegar. Já, þetta er náttúrulega bara einfaldleikinn. Já. Og þetta kostar ekki alla peningana í heiminum. Nei. Og eiginlega eitthvað til þess að vera ekkert mjög stressaður út af. Þetta tekur kannski 20-30 mínútur að gera. Og saman hrærurðu skyr og þín bragðefni. Ég notaði vanillu í þetta skipti og mandarínuna sjálfa. Okay. Og þeyti smá rjóma og er búin að bleita 4 matarlímsblöð. Og sumir verða nú hræddir þegar þeir heyra matarlím, en það er ekkert mál. Nei. Þú hítar örlítinn rjóma, bara í örbylgjunni eða í potti, kreistir alltaf vatnið sem þú varst búin að leggja matarlímið í, af matarlíminu út í heitarjóman,
blandar öllu saman, vandlega og setur í formið. Blandar öllu saman, það er, ég verð alltaf gladur þegar ég sé það í uppskriftum, en það er auðvelt. Að þú ert með rjóma, Já. skyr og matarlímið þitt, bráðið í heita rjómanum, bara dass og blanda vel saman, ofan á piparkökumulningin sem við erum búin að þjappa í botnin á forminu. Sko, litli ljóti andarungin, sú saga endaði vel. Já. Og þarna eru ljótu piparkökurnar. Já, þessar sem að brotna. Og litlu smákökurnar sem að runnu til út í hotnið á bökunarplötunni. Þetta er brilja. Og hendir þessu bara í matvinnsluvél. Yes. Eða í poka og lemur með kökukefli, bara grimmur. Aha. Klípa af smjöri, mjög mjúku smjöri, hnoðar þetta saman, það er komið með svona hálfgert deig, þjappar þessu í kökuformið þitt, rjóma, skyr, vanilu, mandarínu, blandan yfir. Ok. Klárt. Þá er það eina sem er eftir núna, það er að prófa þetta. Og svo náttúrulega mistið okkur, við áttum náttúrulega nóg af mandarínum. Já. Og ekkert annað að gera en að hérna búa til svona fallegt munstur. Já. Og marmelaði krukkan. Marmelakrukkan, það finnst mér skemmtileg pæling. Þá erum við búin að gera þetta svolítið svona bakarlegt. Þarna ertu með pistasíun. Hér eru uppáhaldsneturnar okkar, pistasíur og uppáhald konuna minnar eru ristaðar möndlur, svona þessar sætur sem eru svona karamelliseraðar. Ég er með einu þar í liði. Ein besta lykt í heimi. Og líka liturinn, pistasíurnar og þetta verður nú ekki meira jólalega. Þetta er ótrúlega fallegt. Og til þess að elda aðeins piparköku, að í piparkökum er náttúrulega kanill. Þá erum við komið kanilstöngina. Og kanill bara öskrar jól. Já, algjörlega. Og það er bara ekki tækt að, og þetta er bara svona til þess að fá keiminn, ekkert mikið. Nei. Og þetta er bara, við rispum hann, sko, þarna kom jólalyktin. Nú ef við erum í ennþá meira stuði og við eigum þessa fínu græju og hún er orðin óhrein hvort þið er. Og þá er bara að þessi fríska, svona glænýja eins og lyktin þegar þú ert að rífa utan af henni og það spýtist jafnvel aðeins í augun á þér. Já. Það er þessi lykt. Og þá maður finnur hérna munnvatnskirtlarnir þeir svona springa í kinnunum. Nú, ég verð náttúrulega að fá að vera með í partíinu. Sjálfsög. Og groppa mig yfir. Sér merta af toppurunum. Þetta er náttúrulega bara, sko, í minningunni var þetta alltaf jólanamið mitt. Já. Ég var aldrei, sko, sterkur í hérna Quality Street Macintoshinu. Ég skilji þig. Þannig að þetta var mitt. Og það var líka ekkert mál að opna varlega og stela úr og setja aftur ofan í skúffu. Þegar enginn sá til. Akkurat. Svo var það nú kannski bara allt í einu búið á aðfangadag þegar aðrir fjölskyldumeðlimir ætlaðu að fá sér. Trikk sem þú heimfærið svo seinna á svona efri unglingsárum yfir annan skáp. Já. Og þessi er hans grófari. Já. Ég elska græjur. Ég er græjusjúkur og það geta margir staðfest sem ég þekkja. Og ég get ekki notað litla járni. Ég vil fá mikið toppurinn. Grófara járn. Já, þetta er græði sem ég þarf að eignast. Ég var nefnilega alltaf fínan rasp. Og þetta er náttúrulega, sko... Þetta er almennilegt. Ef það er bilað, settu það á toppurinn. Ég sakna pínu, þegar ég var lítill, þá er til svona nokkuð sem hétu kattatungur. Kýstungur. Já, alveg. Og þær voru settar á svona rjóma hnallþórunur oft á tíðum, svona standandi upp á rönd. Gerðar í svona hring. Afar agalega gott. Það er rétt. Og hvað gerir svo? Ég hef rænt þessu hjá ömmu í Kanada. Já. Sko, græjur. Græjur. Ég elska græjur. Og þarna sko, þetta er annarkvort kveikjari fyrir mjög stóra vindla eða í þetta skiptið eru slökkutækin klár. Já, ég held að hann sé frammi einmitt. Er ekki... Hann Árni? Sko, þetta er skýrterta. Já. Og við viljum ekkert festa hnífinn og við viljum ekki gera þetta hérna þannig að þetta fari út allt. Ok, þetta hef ég aldrei gert. Nú, ef við værum ekki í svona stúdíói, eins og við erum hérna hjá N4, þá myndur við náttúrulega bara fara með hnífiðinn undir heitt vatn. Já, þetta er svalara. Það er svona pínu kúl að mæta með hérna logsviðutæki í sjónvarpið. Og
Ég heyrði hljóðið. Stund sannleikans. Hvað skildi kom í ljós? Ertu tilbúin? Ég er svo mikið tilbúin. Bam. Það er botninn maður. Piparkakan maður. Piparkakan. Lyktin er allavega... Ilmurinn er dásamlegur. Lofar góður, sko. Herðu, Halli minn. Menn að ég er ekki að fara að segja neitt eftir að ég stingur þessu upp með mig. Annað en bara Það er bara hjartans þakkir fyrir komuna og fyrir að útbúna þennan dásamlega fallega eftirrétt. Ég hlakka gríðarlega til að taka fyrstu munnfyllina. Kæru vinir heima, þetta er eitthvað sem þið ættu einmitt að reyna. Ég ætla að kveðja ykkur í bili vegna þess að eðlimáli samkvæmt þá verði bara ekki viðrað þegar við smástund. Hún Áshildur Ómarsdóttir fór á stofana fyrir stuttu, fyrir austan og fór að spyrja fólk jólahefðir. Við skulum heyra hvað fólkið sagði, en fyrst. Já, vinur, þetta er fallegt. Það sleppur. Yfir til Áshildar.